Hæ, ég heiti Viktoría, ég er iðnaðarverkfræðingur og hef starfað við stöðurumbætur eða Lean núna í yfir 10 ár. Stór partur af Lean hugmyndafræðinni er að skoða múta, múri og múra. Þetta eru japansk orð sem eru orð fyrir sóun, ójafnvægi og ofmikla byrði. Þegar við erum að tala að við viljum fá alla starfsmenn til þess að koma og verða í stöðum umbótum, þá erum við að biðja starfsmenn að horfa á þessa sóunaflokka, þessar 7 tegundir sóunar. Við erum að biðja að horfa á er ójafnvægi í ferlunum hjá okkur eða er ofmikil byrði. Og ég ætla að fara aðeins núna hvað þessar 7 tegundir sóunar eru. Taiichi Ohno er oft kallaður pabbi Toyota. Það var hann sem sagði að það væri til 7 tegundir sóunar. Hann sagði í rauninni að það væri til miklu fleiri flokkar af sóun. Hann sagði að þetta væru stærstu sóunaflokkarnir. Og það hafa meira segja bæst við fleiri sóunaflokkar. En ég ætla að byrja að fara á þessar klassísku 7 og svo þessi sem kemur í lokin. Þannig ef við byrjum á of mikilli framleiðslu. Taiichi Ohno sagði að þetta væri versta sóun af öllum. Vegna þess að ef þú framleiðir mikið, þá þarftu að geyma það einhvers staðar. Og ef þú þarft að geyma, þá þarftu að færa það þangað. Og svo þarftu mögulega að afskrifa það vegna þess að það var ekki notað, þannig þá ertu komið með galla. Það er of mikið framleiðsla leiðir af sér miklu meiri sóun. Of mikið framleiðsla í framleiðslu er náttúrulega ef við framleiðum mikið og erum að binda vörurnar okkar í einhverju sem við þurfum ekki strax. Í skrifstofuumhverfi þá getur þetta verið framleiðsla á skýrslum sem enginn er að lesa eða við erum að gera eitthvað bara til að gera það ekki af því að viðskiptavinur vill það. Síðan er það bið. Þetta er svo sóun sem flestir tengja við. Það hafa allir þurft að bíða einhvern tímann á lífsleiðinni. Það er bið eftir fundum, það er bið eftir starfsfólki, það er bið eftir tölvukerfinu, nefndu það að þú hefur sennilega beðið eftir því. Síðan er það óþarfa hreyfing. Við tölum í rauninu tvennt, óþarfa hreyfingu og óþarfa flutning. Óþarfa hreyfing þá er að horfa á starfsmanninn og skoða hvert hann er að fara, er hann að beygja sig og teygja sig og vinnuvistfræði og hversu mörg klikk ert að komast að því sem þú ert að skoða oftast. En í hreyfingu erum við að horfa á annarkvort skjólstæðingin í heilbrigðiskerfunum eða vörun okkar. Þannig erum við að trillin úr einu vöruhús í annað eða hvað erum við að gera. Þetta getur verið í skrifstofu, erum við að flytja allt á stór skjöl. Þannig að í skrifstofu er þetta svona ekki jafn mikið en í framleiðslu og í heilbrigðiskerfunum þá er þetta mjög stórt. Síðan er það gallar. Allt sem er ekki gert rétt í fyrsta skipti, það er gallað. Og á skrifstofun er þetta, ef ég til dæmis er að vinna ykkur að vinnu og sendi áfram og það er eitthvað sem að vantar eða eitthvað hún þarf að senda það til mín til að laga aðeins, sorry, það var það galli. Framleiðslu er þetta mjög áberandi vegna þess að þú getur ekki nota hlutina að selta hann, þannig að þú þarft að endurvinna hann, þannig að það komi galli. En á skrifstofunni er þetta mjög falin sóun og ég hvet ykkur til að fylgjast með henni vegna þess að ég held að við séum ekki alveg nóg að hörða á okkur hvenær erum að senda rétt út og slíkt. Byrðir er síðan eitt af þessum sóunum eða lager eða hvað sem þið viljið kalla það. Í framleiðslu er þetta bara frosinn peningur sem við erum ekki búin að nota þannig að við sjálfsögðu viljum lágmarka það. Við búum hins vegar á eyju þannig ég er hætt að vera þegar ég var nýbyrjuð í Lean þá var alltaf bara þetta er lager, þetta er slæmt, þetta er lager, þetta er slæmt. En ef viðskiptavinurinn er tilbúin að borga fyrir þetta þá er þetta alltaf í lagi og eins og ég segi við búum á eyju, við þurfum að hafa eitthvað lágmarkslager en við viljum alltaf vera að hugsa hvernig getum við lágmarkað það. Á skrifstofunni er allt sem býður eftir okkur, það er okkar lager. Þannig að verkefnin okkar, e-mailin, þetta er allt okkar lager og við viljum reyna að minnka það eins mikið og við getum. Síðast en ekki síst, óþarfa aðgerðir. Það eru margir sem rugla saman óþarfa aðgerðum við ofmikla framleiðslu. En óþarfa aðgerðir er allt sem við erum að gera fyrir viðskiptavinu sem við höldum hann vilji en hann vill í rauninni ekki. Þetta getur verið að við erum að biðja hann ykkur upplýsingar á mörgum stöðum í staðinn fyrir að biðja hann bara upplýsingar á einu. Eða við erum að biðja hann alltaf mikið upplýsingum þegar við í rauninni notum bara tvennt. Ég kemst mjög ofta því þegar ég er í skrifstofunni og er að spyrja fólk og fólk segir þetta hefur bara alltaf verið svona að við þurftum þetta út af þessu að þá er ég komin á góðan stað varðandi að þetta er örugglega einhver sóun sem við getum tekið í burtu. Síðan er það 8. tegundin sem hefur bæst við núna eftir því sem að skrifstofan er meira komin inn í þetta en það er ónýttir hæfileika starfsmanna. Erum að láta starfsmennin okkar gera eitthvað sem einhver annar gæti mögulega gert. Dæmi þetta er ertu að láta einhverja starfsmennin að vera í Excel þegar það er hægt að gera þetta sjálfvirkt eða hjúkrunarfræðingar eiga þeir að vera að fylla og skápa eða á lager stöðinu að gera það því að hver og einn á að gera það sem hann er góður í. Það er frægt að Taiichi Ohno sem eins og ég sagði áðan er kallað svona pabbi Toyota og pabbi þessari hugmyndafræði
að hann var alltaf með krít í vasanum á einkennisprófum sinum og þegar hann fór á framleiðslugólfið að þá teiknaði hann stóran hring, var þar inni og þátti enginn að trufla hann, heldur átti hann að vera að horfa á framleiðsluferlið eins og var og þarna var hann að reyna að finna sóun. Við köllum þetta í dag að fara í gemba og þetta er mjög mikilvægt og mjög stór partur af Lean hugmyndafræðinni. Að í staðinn fyrir að vera í einhverju skrifstofu og hugsa hvernig held ég þetta sé, þá fer maður og maður skoðar. En núna hvet ég ykkur til þess að skoða, vitið virkilega hvað viðskiptavinurinn ykkar vill, vegna þess að stundum höldum við það en við vitum það ekki. Þannig að fyrst er bara að spyrja, er þetta það sem þú vilt? Nú og í öðru lagi, segið þið starfsfólkinu eitthvað frá sóun og í staðinn fyrir að hugsa hvað deildin á að gera, fyrirtæki að gera, byrja bara sjálfur þér. Hvaða umbót get ég gert í dag sem tengist 70 sóunar til þess að létta mér lífið? Ég hef nefnilega sagt að breyta og koma umbætur að litli hringurinn inn í miðjunni, það er það sem ég get breytt. Svo kemur deildin þín og svo kemur fyrirtækið og einhverjum svona stórir hagsmunaaðilar sem þú hefur enga stjórn á. Þannig að í Lean þá viljum við og þú hugsir hvernig get ég breytt mínu starfi. Þannig að ein umbót á dag, hugsun sóun, go for it.